redeemed, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, redeemed, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Can you hear the sound of heaven, like the sound of many waters? It's the sound of worship coming from the throne. There are cries of adoration as men from every nation, they lift their voices to make His glory known, singing, holy, holy, holy are you, Lord. Synge med detsamma. Holy, holy, holy Are you Lord? The The angels angels sing to bow, redeemed, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Oh, holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, redeemed, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Guð er góður. Við ætlum að tala mann í dag, eða 2 menn, eða 3 menn, kannski fleiri. En fókusin á manni sem heitir Fílemon. Og ef þið eru með Biblíu þá má ég fletta upp í Fílemon bréfinu. Og þessi saga gerist á árinu mjög sennilega 62 eftir Krist. Og þetta bréf einkabréf. Og ég ekki viss að sá sem skrifaði það
hafi endilega vitað þá að þetta bréf yrði lesið hér í dag eða hafi verið lesið út allan heim í gegnum árin. En bréfið hefur mjög sérstakan og sterkan boðskap. Og ég var að lesa þetta fyrir nokkrum vikum og svona það, kom til mín aftur og aftur. Og mér langar að fara í gegnum þetta bréf í dag. Og ef við lesum bara frá fyrstu 3 versin hérna, Páll bandingi Krists og Tímóteus, að hann nefnir hann líka og einhver biblíuskýrandi sagði að hann hafi viljað minna fólk á Tímóteus þar sem hann vissi að sinn tími væri senn úti og að fólk bæri virðingu fyrir Tímóteusi, þess vegna nefnir hann líka, að hann skrifi, þó svo að Páll skrifi bréfið. Við heilsum vini okkar og samverkamanni Fílemon, svo og Appíu systur okkar og Arkippusi, samherja okkar og söfnuðinum sem kemur saman í húsi þínu. Náð sé yður og friður frá Guði, föður vorum og drottni Jesú Kristi. Ég þakka Guði mínum, ég minnist þín í bænum mínum, því að ég heyr trúna sem þú hefur á drottni Jesú og kærleika þinn til hinna heilugu. Ég bið þessa trúð þín sem þú átt með oss verði mikilvirk í þekkinguna og öllu því góða sem tilheyri Kristi. Ég hlaut mikla gleði og huggun af kærleika þínum þar þú bróðir hefur endur nært hjörtu hinna heilugu. Við sjáum hér að hann skrifar bréfi til Fílemon, síðan talað söfnuðin sem kemur saman í húsi hans. Svo eru hérna nefnd Appía og Arkippus og það eru flestir sem halda, það ekki sannað, að Appía hafi verið konan hans, Arkippus hafi verið sonur hans. Og það Arkippus kemur fram í Kólósubréfinu þar sem Páll talar til hans og segir gættu embættisins, mér minnir að sé 4:7, Kólósubréfi 4:7. Þannig að Arkippus hefur verið leiðtogi, hvort það var í þessari kirkju eða í kirkjónum í Kólósu. Og Appía, hún, eins og ég segja, hún hefur mjög sennilega verið kona Fílemons. Og það sem við sjáum þegar við lesum þetta bréf, og ég veit að þegar maður les svona að þá tekur maður ekkert eftir svona hlutum. En þegar maður fer að lesa þetta bréf þá sér maður, og maður les samhengi í Kólósubréfinu, að Páll hefur ekki komið á þennan stað ennþá þegar hann skrifar þetta bréf. Vegna þess í Kólósubréfinu 2:1 þá talar hann að allir þeir sem hafa ekki séð mig sjálfan, bæði þið og þeir í Laódíkeu. Þannig að við sjáum að Páll hefur ekki komið til Kólósu. Þessi kirkja í Kólósu. Fílemon býr í Kólósu. Þó þetta heiti Fílemonsbréfið, þá erum við líka, þá gerir sagan í Kólósu af því að þar býr Fílemon. Kólósubréfi 2:1 segir, ég vil að þér vitið hve hörð barátta mín vegna yðar og þeirra í Laódíkeu og allra þeirra sem ekki hafa séð mig. Þannig að Kólósusöfnuðurinn hafði ekki séð Pál í eigin persónu. En það ekki vitað þá hvernig Fílemon og Pál hittust, sumir halda að það hafi verið í Efesus, en skiptir kannski ekki öllu máli, en málið að Páll kallar hann vin. Hann kallar hann vin sinn og samverkamenn. Þannig að það mjög eiginlega fullvíst að þeir hafi hist í eigin persónu. Og tíminn sem við lifum á hér, við sjáum að hann segir, hann talar söfnuðinn sem kemur saman í húsinu þínu.
á þessum tíma þá komu kristnir saman í heimahúsum og við lesum að það voru minnstakosti sem við vitum tveir hópar í Kólósu. Það var af því að í Kólósubréfinu þá talað söfnuðinn í húsi Nýmfu eða Nýmfasar og það fer eftir hvar menn í kenningunni, hvort þeir vilja hafa það Nýmfa eða Nýmfas. Já, það þetta með konurnar og sumir skilja það og aðrir ekki. En við sjáum það eru tveir söfnuðir hérna allavega. En söfnuður sem kemur saman í húsi þínu, ég var að hugsa það vers að hann, einhver sagði að það eru margir sem að segja, já, ég vil vera í þjónustunni, ég vil predika Guðs orð og sem sagt, mig langar að þjóna Guði, að þessi biblíukennari hann sagði, byrjaðu þá í þínu eigin húsi. Hafðu söfnuð í þínu eigin húsi. Þú getur, þar byrjar það. Ef þú ert ekki ef að kirkja, eða sem sagt, húsið þitt ekki kirkja, af hverju áttu þá að vera að reisa kirkju annar staðar. Og ég held að mér fannst þetta bara svo gott innlegg. Og það svo gott að geta byrjað heima hjá sér að lesa með konunni sinni, með börnunum og fara í Guðs orð og hafa bara kirkju heima. Þá það söfnuðurinn sem kemur saman í húsi þínu. Eitt enn athyglisvert upphafið á þessu bréfi, hann segir, ég Páll bandinginn vegna Jesú Krists. Flest öllur önnur bréf byrjar hann, ég Páll postuli Jesú Krists. Þetta bréf, Kólósubréfið, Þessalónikubréfið, þá hann ekki með þessa postulegu kveðju og það höfðar til þess að þetta einkabréf, þetta vinarbréf og mér dettur í hug, ég á vin á Indlandi, hann skrifar alltaf pastor Kristinn, þegar hann byrjar öll bréf, pastor, pastor, pastor. Ég skrifa alltaf, elsku bróðir, elsku bróðir, elsku bróðir. Þannig að við höfum svona kannski aðeins öðruvísi sýn. En hérna virðist Páll hafa hvoru tveggja. Fílimon vinur hans, bróðir hans og hann ekki að segja Fílimon. Og enda erindi bréfsins kemur höfðar til vináttu þeirra. Hann ekki að skipa honum, það höfðar til vináttu þeirra. Síðan þessi titill Páll bandingi Krists Jesú. Hann bandingi og hann ekki, það svolítið athyglisvert að einhver hefði sagt, já, var hann ekki fangi í Róm? Hann var í stofufangilsi, hann var hlekkjaður við hermann, segir sagan, en hann gat farið hvers sem hann var nokkuð frjáls ferðar sinna, kannski ekki hvers sem hann vildi, en hermaðurinn varð alltaf að vera með honum. En það svo skrítið að hann segir, ég bandingi Jesú Krists. Og ég var að hugsa að ef við stundum í okkar kringumstæðum hefðum þetta hugafarað, að þetta ekki alveg eins og ég vil hafa það, en ég bandingi Krists, ég ætla að lifa við þetta. Sem sagt, Róm hefur ekkert vald yfir mér, þessar kringumstæður hafa ekkert vald yfir mér, en ég bandingi Krists og náð Guðs nægir mér, þess vegna geng ég í gegnum þessar kringumstæður. Og það það sem Páll að segja, að það var ekki Róm, hann var bandingi Krists, hann hefði getað farið, hann þurfti ekki að fara þangað eða vera þarna, við þekkjum söguna, hann fór Krists vegna. Hann var bandingi Jesú Krists. Og svo segir hann, það söfnuðurinn í húsi þínu og að hann segir, ávallt ég minnist þín í bænum mínum. Og ég var að las þetta einn morgunin heima og þetta hitti mig, Við eigum að nefna fólk í bænum okkar. Og vers 22 segir að
hafðu líka gestaherbergi til handa mér, því að ég vona, og orðið getur líka þýtt ég treysti, að vegna bæna yðar muni ég verða gefin yður. Að Páll, hann gerir sig grein fyrir því að það bænir þeirra sem muni opna leiðina fyrir hann. Og þegar hann segir þetta, ég minnist þín, ég með lista fólki sem ég bið fyrir á hverjum degi, og stundum kemur óvinnur og segir, heyrðu, þú ert nú búin að biðja fyrir þessu fólki 40 ár og það bara gerist ekkert. En það blessaði mig þegar ég las þetta að Páll var að gera þetta líka. Jesús gerði þetta líka. Hann sagði, ég sleppi ekki þeim sem þú hefur gefið mér. Og systkini, við eigum ekki að sleppa bænabörnunum okkar. Að við eigum að halda áfram að biðja fyrir þeim sama hvað við sjáum. Ég man að það var beðið fyrir mér og ég heyrði á tali þeirra sem voru að biðja fyrir mér að þau höfðu ekki mikla trú á því að ég myndi endilega koma til Krists. Og þegar ég kom til Krists þá heyrði ég líka á tali þeirra sem höfðu beðið fyrir mér að sumir höfðu ekki trú á því að ég myndi varveitast í trúnni. En máli var að ég var byrjaður að hugsa sennilega 1-2 árum áður en ég tek afstöðu með Kristi, þá var þetta byrjað að gerjast í mér og það var stöðulega beðið fyrir mér og ég held að það skipti öllu máli, að við gefumst ekki upp heldur að við minnumst bara þetta. Þegar ég segi, ég minniði Drottinn á hann Ómar minn, hann að Dísu mína, að þá heyrir allur himinin. Og Biblían segir, við eigum að minna hann á. Þannig að þetta vers hitti mig, en þetta kannski ekki sagan sem við ætlum að fara í. Það ákveðin boðskapur í þessu brefi sem að mér finnst magnaður. Og á þessum tíma þá sagt að það hefur verið 60 milljón þrælar í Rómaveldi. Það kom mér á óvart þegar ég fór að skoða þetta. 60 milljón. Og yfirvöld, þau voru í stöðugum ótta við uppreisn þrælana. Sjáðu til ef þeir hefðu haft Facebook eða Twitter eða eitthvað svona og þeir hefðu náð að tala sig saman, að þá hefðu geta bara rústað Róm á einum degi. Ef þessi þrælar hefðu haft þá tækni eða samskiptaforrit sem við höfum í dag. En þannig að þrælar líka á þeim tíma, það var ekki litið á þessum menn. Þeir voru bara einhverjir hlutir og þegar þrælar struku, þá var það dauða sök. Oft voru þeir krossfestir og það saga að þræli sem að, bara til að sýna, það kannski, hann var ekki strókuþræll, hann hafði verið að bera á borð og hann var með silfurborðbúnað, kristalglös, hann missir bakkann, húsbóndinn tekur hann, það var fiskitjörn þarna rétt við húsið, honum hent í þessa tjörn og þar voru svo kallaðir, á íslensku heitir það steinsuga, það mjög sérstakir fiskar og þeir dráp hann á mjög skömmum tíma og fólki fylgdist með og skemmti sér. Þetta þessi heimur sem var þarna á þessum tíma. Við höfum öðruvísi heim í dag, eflaust þrælahald á mörgum stöðum í heiminum enn í dag og við höfum alls konar þræla. En það bara gott að þetta þessi heimur sem Páll að tala inn í. Og þá komum við að versinu hérna, versi 8, því það þótt ég geti með fulli djörfung í Kristi boði þér að gera það sem skylt þá fer ég þó heldur bónarveg vegna kærleika þíns þar sem ég eins og ég hann Páll gamli og nú líka bandingi Krists Jesú. Ég bið þig þá fyrir barni mitt sem ég hef getið í fjötrum mínum, hann Onesimus. Hann var þér áður óþarfur en nú þarfur bæði þér og mér. Ég sendi hann aftur til þín, hann þó sem hjartað í brjósti mér. Fegin vildi ég hafa haldið honum hjá mér til þess að hann í þinn stað veiti mér þjónustu í fjötrum mínum vegna fagnaðar erindis síns.
En án þín samþykkis vildi ég ekkert gjöra, til þess að velgjörð þín skyldi ekki koma eins og af nauðung heldur af fúsum vilja. Og hér sjáum við að Páll, að hann ákveður það að fara bónarveg. Hann segir, hér strokuþræll sem hefði geta verið, sem átti kannski yfir sér, höfði sér bara dauða ef að hans húsbóndi hefði verið þannig. Og einhverja hluta vegna að þá hittir hann Pál. Hann strýkur sennilega frá Kólósu til Rómar vegna þess að þar var Páll og Páll leiðir hann til trúar. Og það eru sumir sem ég stúderaði þetta svolítið, einhver vildi meina að Onesimus hefði verið fangi þarna, en mér finnst það ólíklegt að hann hafi verið fangi og hlekkjaður vegna þess að þá hefði hann ekki verið þarfur Páli. Páll gat notað hann sennilega til að sinna sínum erindum og Páll kemst að því að eins og svo ofta þeir eiga sameiginlegan vin, eða þar að segja vinur Páls var húsbóndi Onesimusar. Þeir hafa farið að spjalla saman og nú það þannig að samkvæmt grískum lögum sem varð síðan hefð í Rómaveldi, að ef þú fannst strokuþræl, þá bar þér skylda til þess að koma honum til eigandans. Og eða ef hann ekki vildi fara, að þá gastu sett hann á uppboð og selt hann og sent síðan eigandanum endur gjaldið fyrir hann. Þannig að Páll átti samkvæmt lögum, þá átti hann að koma þessum manni til eigandans. Og það það sem hann að gera, en hann vill ekki senda Onesimus út í opinn dauðan. Hann vildi vera viss það að Fílemon tæki á móti Onesimusi ekki lengur sem þræli, heldur sem bróður í Kristi. Og Páll, hann fer hérna alveg ekstra míluna, ekstra auka, ja, má segja ekstra á íslensku. Já, gott. Til þess að samfæra Fílemon að Onesimus sé nú annar maður heldur en að hann hafi verið þegar hann flúði. Og sagan segir að það var líka sagt þræla að þeir voru kallaðir líka þjófar, af því að þeir sennilega mannlegt eðlið þannig ef þú þræll og þér finnst óréttlátt að vera þrælla, þá bara notar aðstöðu þína ef þú mögulega getur og stelur frá húsbónda þínum. Það hefur örugglega verið hugafar margra þræla á þeim tíma. Það sagt að Onesimus hafi rænt Pál, hann Fílemon, vegna þess að hann segir, hann var þér áður óþarfur, en nú hann þér þarfur, og í versi 19 segir, ég Páll rita með eigin hendi, ég mun gjalda, en hafi hann eitthvað gjört á hluta þinn, eða sé í skuld við þig. Þannig að við sjáum að Páll gerir ráð fyrir því að Onesimus hafi stólið frá Fílemon og nú hann að taka á því máli. Og það eitt sem ég sé þessum kafla líka, að nú Onesimus, hann kominn til trúar á Jesú Krist. Og svona frá okkar sjónarhorni, þá finnst okkur mjög óréttlátt að Páll sé að senda hann aftur til húsbóndans. Ég meina, við trúum því allir menn eigi að vera frjálsir, en Páll, hann sendir Onesimus sem kristinn mann, og hann leggur mjög hart að Fílemon, af því að Fílemon líka, má segja, hann barn Páls í trúnni,
og hér Onesimus, þeir eru báðir börn Páls í trúnni. Hann gerir sömu kröfur til þeirra beggja. Hann gerir kröfu til þess að Fílimon taki við Onesimusi sem bróður. Hann gerir líka kröfu til Onesimusar að hann gerir hreint fyrir sínum dyrum. Að hann fari og iðrist þess að hann hafi brotið gegn húsbónda sínum, nú skulum við gleyma því að hann var þræll smástund, segjum bara hann hafi verið í vinnu og hann hafi verið að vinna hjá einhverju fyrirtæki, hann stelur og fer með þýfið og nú frelsast hann, ætlumst við þá ekki til þess, ég veit að hér eru fyrirtæki eigendur, ef hann hefði farið með hálft vegstæðið þitt frendi, að þá og hann hefði síðan tekið trú og þú heyrðir að þessum manni sem að stal frá þér að nú hann orðið trúaður, að þá reiknaru örugglega með því að hann kom og ger upp sín mál eða eitthvað að marka hans trú. Eða þannig hugsa ég allavega. Og þetta svo krafa sem Páll að gera til þrælsins Onesimusar, að hann gerir sömu kröfur í Kristi til hans eins og hann gerir til Fílimons. En hann leggur mjög hart að Fílimon. Og það má segja líf Onesimusar samkvæmt rómverskum lögum undir Fílimon komin. Og það mjög erfitt fyrir okkur að setja okkur inn í þennan heim, en bara þessi tala 60 miljón þrælar ætti að segja okkur eitthvað, þetta var meðtekið. Alveg svo ákveðnir hlutir orðnir meðteknir í okkar þjóðfélagi í dag sem voru ekki meðteknir fyrir 30 árum. Og ég ætla ekki að nefna neinar sérstakar syndir. En málið að, það svo erfitt fyrir okkur í hinum vestræna heimi að setja okkur inn í þessar kringumstæður. Og það má segja að Páll, hann kynnir Onesimus fyrir Fílimon ekki sem þræl. Ef við lesum frá versi 15, að þá hann svona rökræða við hann Fílimon og segir, vísast hefur hann þess vegna orði viðskila. Kannski þetta handleiðsla Guðs Fílimon, að þetta allt hafi gerst og ég hafi hitt hann og leitt hann til trúar. Og að hann hafi orðið viðskila við þig stundarsakir og að þú síðan skyldi fá að halda honum eilíflega, ekki lengur eins og þræli, heldur þræli fremri eins og elskuðum bróður. Og það má segja að Páll kynnir Onesimus fyrir Fílimon ekki sem þræl. Fílimon, hann misti þræl en fekk bróður í Kristi tilbaka. Og það segir í þessu sambandi sem bræður en ekki þrælar, þá má segja að þá afnemur Páll á áhrifaríkan hátt fleinin sem var í þessu þræla húsbónda sambandi og hann leggur grunn að löglegu afnámi þrælahalds. Með öllu þessu sem Páll að gera, að þá hann að gera eitthvað og sem var kannski ekki sýnilegt, en hann tekur í burtu þennan flein sem hafði verið alltaf milli húsbónda og þræls, þennan vegg, hann rífur vegginn niður, húsbóndi þræll. Páll, hann bara ræðst á hann vegg, hann rífur hann niður, hann ræðst ekki opinberlega gegn þrælahaldi, en nú hann inn í kirkju Jesú Krists og hann rífur þennan vegg niður. Og ég skrifaði brjóta niður múri milli húsbónda og þræls. Það var byltingarkennd þróun
sem gerði miklu meira til að breyta þjóðfélaginu en lagasetning hefði gert. Og það sem að ég sé gerast að þegar að þjóðfélagið byrjaði að sjá hvernig kristnir fóru með þræla sína, hvernig samband þræla og kristina var orðið, að þá var það vitnisburður, það var eitthvað sem byrjaði að breyta þjóðfélaginu. Fólk sagði, hann ekki þræll? Og ég meina, þeir tala saman, þeir sitja til borðs samans. Og þrælar, þeir í þessum hópum, þá voru þeir stundum, ég talaði það einhvern tímann daginn, að þeir gátu verið öldungar í kirkju og húsbóndið þeirra, hann var undir, má segja, þeirra guðlega yfirvaldi. Og þannig að kirkjan var farin að endurspegla ákveðið frelsi út í þjóðfélagið áður en, löngu áður en að lögum var breytt. Og það er einmitt þetta það var þetta sem hitti mig þegar ég las þetta bréf, að það byrjar með Guðs ríkinu. Að breytingin í þjóðfélaginu byrjar hjá okkur sem erum Guðs fólk. Ef að við ekki sýnum Krist, hver á að gera það þá? Ef við bara setja lög á fólki að það hagi sér eins og við viljum það að það hagi sér, nei, það gengur ekki upp. Við þurfum að endurspegla dýrð Guðs og við þurfum að endurspegla hugafar Guðs út í þjóðfélagið. Og það er það sem þetta bréf snýst um. Það er það sem Páll gerir hérna. Hann rífur niður þrælahaldi, má segja, innan frá. Það eru svo margir, og þetta var opinberun fyrir mig. Af hverju? Ég heyri svo marga segja að Páll hafi verið með þrælahaldi og hafi ekki mælt á móti því. Hérna leggur hann sig bara, hann gengur, sem sagt, við sjáum eins og mynd af Jesú Kristi gegnum Pál, þar sem hann segir, hafa hann haft eitthvað að þér, þá skal ég borga. Og hann segir, ég skrifa þér með minni eigin hendi, sem þýddi það að það var hans undirskrift, að hann ætlaði að greiða fyrir Onesimus. Þannig að mér finnst þetta svo öflugt bréf og öflugur sannleikur í þessu bréfi, hvernig Páll hann ræðst á þrælahald með valdi Jesú Krist og hvernig Guð notar Pál þarna til þess að sýna söfnuðinum að það eru lög sem eru æðri manna lögum. Þannig að þó svo að Onesimus væri ennþá þræll, að þá segir Páll Fílemon að hann eigi ekki lengur að líta á hann sem þræl, heldur elskaðan bróðir. Og það er boðskapur þessa bréfs, að hann á ekki að líta á hann sem þræl, heldur elskaðan bróðir. Amen. Og það er hérna nokkra setningar að lokum. Ég held ég sé búin að segja allt það sem ég vil segja um þetta. Páll, hann kallaði aldrei eftir að þrælahald yrði afnumið, en það má segja að boðskapur þessa bréfs geri út af við þrælahald. Ef þú lest þetta bréf, þá sérðu að boðskapurinn hann gerir út af við þrælahald. Hann segir honum að taka við þræli sínum sem elskuðum bróðir og hann segir, ég er tilbúin að greiða allt sem hann hefur brotið af sér og ef þú átt að taka á móti honum eins og þú værir að taka á móti mér, segir Páll. Þannig að Páll kallaði aldrei eftir að þrælahaldi yrði afnumið, en það má segja að boðskapur þessa bréfs gerir út af við þrælahald. Mestu og bestu breytingar á okkar þjóðfélagi verða þegar fólk breytist. Þegar fólk breytist. Og við köllum það að endurfæðast og
einn í einu, Guðsríki þá breiðist út, þegar að einn og einn endurfæðist, þá vex Guðsríkið og við megum aldrei gleyma því. Og í framhaldi af því, það sem við erum að fást við, virðing fyrir lífinu, við erum að ganga inn í kosningar og það er mjög mér er svo sorglegt að árið 2024, svo ég noti nú eins og ég talað út í bæ, það er komið árið 2024 og það er ennþá til konur sem halda að barnið sem þær gangi með sé hluti af þeirra líkama. Hvernig er hægt að vera svona heimskur? Eða heimsk? Við höfum myndir sem sýna börnin á hreyfingu inn í líkama konunnar. Barnið er ekki hluti af líkama konunnar. Barnið er ekki hluti af líkama konunnar. Kommentaðu þetta. Já, það eru 2 hjörtur sem slá, þannig að það er ekki hluti af líkama konunnar. Og ég var að hugsa bara, þessi stólar hérna, við getum tekið það út úr húsinu, við settum þá inn í húsið, þeir eru ekki hluti af þessu húsi, þessi stól, hann var ekki steyptur inn í vegginn, og þannig að hann er ekki hluti af húsinu, ég get sett aðra stóla hérna inn og þess vegna finnst mér svo fáránlegt að við höfum konur sem í framboði núna til Alþingis sem að leggja áherslu á það að við eigum að deyða börnin okkar í móðurlífi. Og sennilega myndi einhver segja, já, en þér kemur þetta ekki við af því að þú ert karlmaður. Jú, okkur kemur það öllum við. Ef ég fer hérna út á götu og ég sé mann vera að berja lítið barn, það kemur mér við. Það kemur okkur öllum við. Ég geti verið dæmdur fyrir að láta það afskiptalaust. En málið er að við erum eiginlega komin á sama stað og þrælahaldið þarna. Þessar konur sjá að þrælahald er rangt, en þær sjá ekki að morð í móðurlífi er rangt. Það sjá það ekki. Og það er svo sorglegt. Og það er einmitt það sem að við þurfum sem kirkja Jesú Krists að breyta, og það breytist innanfrá. Við þurfum að vinna menn og konur fyrir Jesúm Krist, alveg eins og Páll gerði, að virðingin fyrir lífinu, hún kemur þegar að við sjáum hver Guð er. Þegar við sjáum Guðs ríkið og þegar við sjáum hver Kristur er. Við breytum ekki hugafæri fólks með lagabreytingu. Við þurfum að vinna fólk og það er allt í lagi að rökræða við fólk. Páll rökræddi við fólk, en við þurfum að vinna hjörtu þjóðarinnar til þess sem rétt er. Vegna þess að, já, þrælahald þá eins og mönnum finnst þrælahald eitthvað óhugnalegt þegar þeir horfa aftur til þessa tíma. Ég ætla að vona, og ég veit að sá tími kemur, en ég vona að verði hér á jörðu að sá tími komi að fólk sjái að það er rangt að deyða sitt eigið afkvæmi. Það er rangt. Það verður alltaf rangt. Og við skulum bara biðja fyrir þjóðin okkar, við skulum biðja fyrir þeim sem er í neyð. Margir segja, já, en þessi kona er í neyð og þá hjálpum við fólki sem er í neyð. Það réttlætir ekki að deyða einhvern annan ef að þú ert í neyð til þess að þú getur lifað. Það er ekkert réttlæti í því. Þannig að ég segi bara, Faðir Guð, í nafni Jesú Krists, ég biði Drottinn minn og Guð minn, að þú megir opna augu þjóðar okkar í nafninu sem er æðra öllum öðrum nöfnum, nafni Jesú. Og hjálpað okkur og geð okkur djörfung, Faðir Guð, að standa upp fyrir lífið, standa upp fyrir orðið þitt.
Þú segir í orðinu, Faðir, áður en ég myndaði því í móðurlífi meðan þú varst enn ómyndað efni, þá voru ævidagar ákveðnir og skráðir í bók. Drottinn minn og Guð minn, og hver erum við að grípa inn í þína áætlun? Drottinn, ég bið þig, Drottinn, viltu fyrirgefa íslensku þjóðinni, viltu fyrirgefa okkur sem kirkju, Drottinn minn og Guð minn, viltu fyrirgefa stjórnmálamönnum, Faðir Guð, og viltu gefa endurlífguna tíma yfir þjóðina mína, Ísland. Faðir, það er bæn mín, Drottinn, að andi þinn fá að starfa og andi þinn fá að hræra, bara flæða út og flæða fram í nafninu sem er æðra öllum öðrum nöfnum, nafni Jesú. Amen. Amen. Segi bara, Drottinn bless ykkur, varveiti, láti ásjónu sína lýsa yfir þig, sé þér náðugur, upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Amen. Ég segi Drottinn bless ykkur og varveiti ykkur og fari fyrir ykkur í komandi viku og verið með ykkur öllum ákvörðunartökum sem við tökum okkur fyrir hendur. Við Drottinn bless ykkur í dag, takk fyrir samveruna. Uppi er kaffi og meði og samfélag, þannig að endilega kíkjum upp og verum samfélag saman. Takk fyrir í dag.